Í sumar höfum við gefið ykkur uppskriftir að góðum dögum á hinum ýmsu stöðum á Norðurlandi. En staðreyndin sú að vel hægt að heimsækja marga staði á einum degi. Í dag höfum við því tekið saman uppskrift að góðum degi á Norðurlandi, þar sem við sýnum ykkur brot af því besta sem ferðaþjónustan á Norðurlandi hefur upp á að bjóða. Á Norðurlandi margt að sjá, en vissulega kemst maður aðeins yfir brot af því á einum degi. Við byrjum þessa uppskrift í Mývatnssveit, náttúruparadís á Norðausturlandi. Þar fjöldi gististaða og veitingahúsa, svo það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Á fallegum haustmorgni tilvalið að ganga og njóta náttúrunnar, til dæmis dimmuborgir sem skarta sínu fegursta í haustlitunum. Það náttúrulega dimmuborgir og svo það höfðin. Það rosalega fallegt og yndislegt að labba þar. Síðan það gervigígarnir á skútustöðum. Þar getur þið farið svona lítinn hring í kringum þá. Það alveg magnað að fara þangað. Síðan getur þið farið upp á Hverfjall. Það stóri gígurinn hérna hjá okkur. Og þar farið gott útsýni yfir allt svæðið. Og síðan það Hverirnir og þar sem að hitinn og Leirhnjúkur og Víti og þetta eiginlega bara endalaust sko. Tala nú ekki bara vatnið sjálft. Já, einmitt. Það náttúrulega alveg dásamlegt að hafa svona heitt vatn og geta bara farið í jarðbuðum þegar manni næstu því hendar. En hverju myndirðu segja væri uppáhaldsstaðirnir hérna á Mývatni eða í Mývatnssveit? Ég þykir náttúrulega rosalega vænt dimmuborgir. En svo finnst mér að ganga Leirhnjúk. Það alveg mjög góð skemmtun og ganga Dalfjallið. Það líka alveg mjög gaman og gefandi. Dalfjallið? Já. Hvar það? Þá gengur við frá Leirhnjúk og niður að Hverarönd. Alveg þar. Þetta 9 kílómetrar eitthvað svoleiðis, cirka. Smá skemmtiskokk. Já. En þú færð alveg rosalega magnað útsýni hérna yfir og það bara að sjá hérna yfir og sjá alla þessa gervigíga og bara hitann sem maður upplifir líka. Það bara, já. Ég hvergi annars að sé þetta allavega heldur en hér. Ef þú veltir þig eitthvað fyrir þér, heldur þetta sé fallegasti staðurinn á jörðinni? Alveg klárlega. Langfallegasti staðurinn. Og vindur, já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilu jól. Frá Mývatnssveit liggur leiðin til Húsavíkur. Húsavík sennilega best þekkt fyrir hvalaskoðunarferðir, enda löng hefð fyrir þeim í bænum og mikið hvali í Skjálfandaflóa. Boðið upp á hvalaskoðunarferðir langt fram eftir hausti, en vert að minna fólk á að klæða sig vel áður en farið borð. Þetta alltaf að lengjast og tíðin búin að vera fín og við ákvaðum að bjóða upp á siglingar hérna á Húsavík út nóvember. Við erum að sigla eina ferð á dag núna ef að veður leyfir og ef það eru farþegar. Þannig að það bara gengið fínt, haustið búið að vera fínt. Þannig að við erum bara ánægð með það. Derrière chez moi, y a un petit bois. Derrière chez moi, y a un petit bois. Où l'on y va casser des noix. Où l'on y va casser des noix. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Où l'on y va casser des noix. Où l'on y va casser des noix. J'en cassais 2, j'en mangeais 3. J'en cassais 2, j'en mangeais 3. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'en cassais 2, j'en mangeais 3. J'en cassais 2, j'en mangeais 3. J'en fus malade pendant 9 mois. Frá Húsavík höldum við í átt til Akureyrar, en á leiðinni margir staðir þar sem gaman að stoppa, til dæmis við Goðafoss, einn glæsilegasta foss landsins. Þegar komið yfir Leirubrúna vel þess virði að taka krók fram í fjörð og heimsækja jólagarðinn, þar sem jólastemming allt árið kring.
Ég hef stundum, ég veit ekki hvort ég bjó það til eða einhverju aðrir sko, en ég hef stundum kallað okkur afþreyingarverslun. Já. Það er svolítið skrítið orð, en afþreying er eitthvað sem að ferðamaður sækist eftir og til þess að geta haft þessa afþreyingu til staðar að þá er ég að selja. Og jólin er nú alltaf svona svolítið glys og glingur og fólk kaupir þá minjagrip. En varðandi ferðaþjónustuna, hvernig skipting, þetta virðist oft skiptast hjá fyrirtækjum í innlenda og erlenda markaðin. Hvar dettur þú? Sko, fyrstu árin, ég hugsaði kannski 5 árin, þá varum við nánast í eingöngu með innlendan ferðamann, eða innlenda gesti. Og það er ekki fyrir en fyrirtæki er orðið kannski 5-6 ára sem að við förum að fá erlenda gesti og þá nánast eingöngu í maí, júní, júlí og ágúst. Í jólagarðinum eru seld handverk frá 40 til 60 íslenskum aðilum, en þar eru einnig seldar innfluttar vörur og vekja sumar þeirra meiri eftirtekt en aðrar. Já, það var hérna ein sem að vera að koma augunni sem að er einhvern veginn svo röng og áhugaverð en samt svo rétt. Já, við stóðumst ekki mátu þegar við sáum þennan í lista sem að við verslum mjög oft við og þetta er svona collection-lína, við slettum smá og hann var hérna með Jesúbarni og okkur fannst þetta svona svolítið en við létum samt vaða. Já, þetta var eitthvað. Þetta eru 2 góði gæjar. Já. Jólarsynnin annars vegar og hann í vöggunni hins vegar, þannig að þeir eru góðir saman. Hvað sjáum við nú eiginlega hér? Þetta er nú bara aðalkerlinga, þetta er gríla. Þetta er gríla. Já. Og ég veit það nú bara eigin raun að krakkar geta orðið skítræddir. Já, ég heyri stundum svona. Mér sem mér brá. Og þá veit ég að einhver hefur séð hana sem ég hef ekki vitað um hana. Það er mjög algengt. Og ég hef nú oft verið spurður að því hvort að ég ekki að láta hreyfa. Sko, ég held að það væri of ógnvekjandi. Hún er dálítið ógnvekjandi. Já, ég hef nú stundum sagt að við krakkana að ég sé að passa jólin. Ef þú týnir jólunum, að þá getur alltaf komið til okkar og fundið þau. Já. Og börnin skilja þetta ekki, en sumi fullorðnir þeir týna jólunum og þá getur þau komið til okkar. Flugsafn Íslands var stofnað á Akureyri árið 1999 og þar má sjá ýmsa muni sem tengjast flugi á Íslandi, sögu þess og þróun. Safnið er opið alla daga yfir sumartíman en utan þess tíma er hægt að skoða safnið eftir samkomulagi. Já, safnið er náttúrulega stofnað fyrst og fremst bara af áhuga manna fyrir flugi og fyrir því að varðveita íslenska flugsögu. Við höfum alltaf verið mjög háð flugi hér á Akureyri og Akureyringum þykir vænt um flugið, þykir vænt um flugvöllin, vænt um flugvélar og það er svona það sem hefur verið gegnum gangandi hér á þessu svæði. Þetta er eina flugminjasafnið sem eitthvað kveður að. Já, hugsaðu þér ef þetta væri ekki til. Hugsaðu þér ef þessar flugvélar væri ekki til en þeir hefðu bara verið seldar í burtu eða rifnar eða grafnar eða eins og var gert. Hvað stæði við þá? Það er bara þessi virðing fyrir því sem forverar unnu að, koma fluginu á legg og hvað hafa þið gert? Komið okkur í samband við umheiminn, það er það sem þeir hafa gert. Og þess vegna eru við hér að vinna því að varðveita þessa íslensku flugsögu. Það hafa allir einhvern áhuga á flugi, ja, flestir. Hvort sem það er flugið sjálft, flugvélar, ljósmyndir, saga, lyktin. Finnur lyktina þegar fokkarinn fyrir í gang. Það er svona, það er ýmislegt. Það hafa allir einhvern áhuga á flugi og flugið er svo, það er rauninni svo heillandi og skemmtilegt. Þetta er svona baktería. Menn séast fá hana á unga aldri og losni aldrei við hana. En við munum augljóslega ekki geta að tala um alla gripina hérna, þeir eru náttúrulega svo ótrúlega margir. Jú, ég vil ekki bara gera það. En getur þú kannski nefnt okkur einhverja sem eru svona sérstaklega eftirtektarverðir? Sko, ég get, bara þegar við erum að tala svona um farþegarflug og upphaf þess, þá getum við nefnt hérna vél sem er eins og fyrsta vél sem loftleiðir eignuðust, Stinson Reliant flugvél, sem er eins og loftleiðavél var svo fyrsta. Þetta eru ómetanlegi gripir og segja náttúrulega sögu þess þegar menn voru að byrja þennan business í flugi með 3 og 4 farþega. Nú er flóðið með 250 upp í 400 og ég vil upp í 800 manns í hverri ferð.
En ef við tölum kannski vél sem að vekur mesta athygli, þá þessi. Þetta björgunarþyrla sem að Landhelgisgæslan var búin að eiga í mörg ár. Slektist á við björgunaræfingu við Straumsvík. En hún hefur bjargað 250 mannslífum, þessi vél. Fyrir utan alla aðra aðstoð sem hann hefur veitt fólki í erfiðleikum að háska. Þannig að það allt löðrandi í sögu í hverju vél. Já, hingað koma menn menn sem að hafa bæði þurft á henni að halda og hún hefur bjargað og hingað hafa komið menn sem að unni við hana, læknar og fleiri. Og þeir eru verið að segja manni sögur hvernig það var, þeir eru að vera að hífa menn upp í vondum veðrum, sjómenn og slíkt og aðstæðan eða aðstöðuleysið. Þetta gríðarlega merkilegu gripur. Hlýtur að vera svolítið sérkennileg og einstök tilfinning þegar fólk segir þetta vélin sem bjargaði lífi mínu, hérna var ég. Hér hefur komið fólk, þá mest kallar, sjómenn, og þeir hafa komið beint inn og þeir hafa komið við hana. Og ég hef séð menn fella tár hérna. Það bara þannig? Já, það bara svona. En hvað getur þú nú eiginlega sagt mér þessa þetta eiginlega rænir augað alveg strax? Já, þetta mjög merkilegu gripur. Þetta fyrsta svifflugan sem notuð og hér á þessu svæði. Ungu mennirnir sem höfðu áhuga svifflugi á þessum tíma, þeir kaupa teikningar og verkir í þetta og smíða þetta sjálfir. Og síðan byrjar að svífa og þetta 1937 og margir af elstu flugmönnum og flugstjórum, bæði lifandi og látnum, þeir byrjuðu sinn feril á þessu hérna. Og krakkar, eða strákar voru aðalega þá, þeir byrja að fljúga þessu 14 ára gamlir. Þetta nú ekki mjög traustvekjandi fyrir 14 ára börn. Já, svona var þetta. Og þessu var skotið upp með teygju til að byrja. Strekktu þeir út og... Móttu svo heim fyrir kvöldmat. Já, en hugsaði þeir, ég búinn að spurja mömmur og pappa sem að koma, með unglinga með sér. Ég myndur leyfa krökkunum þínum að byrja svifflug 14 ára þessu? Ég hef ekki enda fengið já. En á þessu byrjuðu menn. En hvað getur þú sagt okkur þessa? Þetta nú bara þetta bara klassík. Þetta 43 módela flugvél og það var haldið upp á 70 ára afmæli hennar núna fyrir skömmu. Og það var drukkið sérri, alveg svo í afmælisveislum 70 ára kvenna. En þetta algjör klassík, þetta mjög gömul hönnun, en þetta flýgur alltaf eins og engill. Og þetta svona flugvél sem að flestir eldri flugmenn hafa flogið og mönnum þykir vænt þessa flugvél og hafa gaman að því fljúginni. Flýgur hægt og svona hrekklaus, yndisleg Piper Cub. Margir lært á hana? Já, margir, ég lærði á svona. Og mjög margir sem hafa lært á svona. Gullfaxi? Já, þetta gull. Þetta fyrsta þota Íslendinga. Kemur hingað til lands 24. júní 1967 og þjónaði Íslendingum á samt fleiri svona vélum lengi og síðan var hún seld í pakkaflug, svona farangunni fraktflug og eftir að henni var lagt þar þá voru góðir menn sem komust í þetta og hún var keypt og síðan var hún höggvin. Flugstjórnarklefinn höggvin frá að hann var fluttur til Íslands. En þetta fyrsta þota Íslendinga og stór hluti Íslendinga hefur áreiðanlega flogið í þessari flugvél. Svona í leiguflugi til sólarlanda og þess áttar. Hún var sérstaklega smíðuð fyrir Icelandair, flugfélagi Íslands, og hún var sérstök á allan hátt. Það voru sérstakar innréttingar í henni, það voru klæðningarnar innan á veggjónum voru með myndum af svona íslenskum búskaparháttum, fólk að raka, konur að strokka og eitthvað svona, menn með orðval já. Og þetta var náttúrulega allt saman rifið og tætt og sætum hent og svoleiðis þannig að það var ekkert eftir af henni nema í rauninni bara skrokkunin og grindin sko. En þetta er ómetanlegt að hafa þetta. Akureyri stærsti bær Norðurlands og gjarnan kölluð höfuðstaður Norðurlands.
Þar mikill fjöldi veitinga og kaffihúsa og einnig fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar. Þeir sem hafa áhuga á mótorhjólum ættu ekki að láta mótorhjólasafn Íslands framhjá sér fara. Það nýlegt safn sögu mótorhjóla á Íslandi í yfir 100 ár og þar má sjá mótorhjól, myndir og muni í glæsilegri 800 fermetra byggingu. Á Akureyri eru einnig mörg önnur söfn, til dæmis Minjasafnið. Þar stendur nú yfir sýningin Ertu tilbúin, frú forseti? Þetta sem sýning sem fjallar forsetatíð frú Vigdísar Finnbogadóttur sem segjum svona í gegnum sem sagt fatnað og fylgihluti og gripi og orður og annað sem tengist henni og hennar embættistíð. Og hún mikill brautryðjandi auðvitað bæði í kvenréttindabaráttu og pólitík og öðru en líka í fatnaði eða hvað? Já, náttúrulega örugglega ekki hugsa út í það þegar hún var tók að sér að fara í forsetaframboð og verða forseti. Að hluta því náttúrulega að búið sér til ímynd og hluta því að þú ert fulltrúi 250-300.000 manna á þessum tíma að þá einn hluti af því, það bara klæða sig sómasamlega þannig að maður sé sjálfum sér og allri þjóðinni til sóma. Það ekki létt byrði að bera sérstaklega ef maður er kona, en það miklu meiri vinna að vera kona. Maður áttar sig á þegar maður setur upp þessa sýningu hvað liggur mikið vinna bak við að koma fram sem þjóðhöfðingi sem er kona. Og hún náttúrulega var sú fyrsta, þannig að hún var að ryðja brautina með að búa til þessa ímynd, hverju maður á að klæðast ef maður kvenforseti. Akkurat, það einmitt einn vinkillinn á sýninguna. Þetta náttúrulega þetta sýning jafnréttismál, þetta sýning lýðræði, þannig að hún að ryðja brautina og við áttum okkur kannski ekki á því akkurat í dag hversu mikil tíðindi þetta voru, ekki bara á Íslandi að kona sé kosin forseti í lýðræðislegum kosningum, heldur var þetta bara alheimsfrétt á örskömmum tíma. Og mér skilst nú að fyrstu vikurnar hafa bara farið í, fyrstu vikurnar á mánuðinir hafa farið í viðtöl við blaða og fréttamenn frá Kína og frá öllum hornum heimsins. En það alveg óbáslega mikið af fallegum flíkum og fylgihlutum. Geturðu sagt mér aðeins frá þessum sem prjónaður alveg? Já, allt sem valið á sýninguna á sér persónulega tengingur og hefur skemmtilega sögur á bakvið sig. Og þessi finnst mér alveg sérstaklega skemmtilegur, ekki síst af því hann á náttúrulega skírskotun hingað til bæjarins, til Akureyrar. En það var kona hér, Steingerður Hólmgrímsdóttir, sem þekkti Vigdísi ekki neitt. Náttúrulega hreyfst með í kosningabaráttunni og studdi sína konu og prjónaði á hana þennan kjól. Þetta svokallaður áhættakjól. Því að honum fylgdi fylgdi þau orð að hún mætti ekki klæðast þessum kjól fyrr en hún væri orðin forseti. Og þessu fylgdi Vigdís alveg eftir og daginn sem þegar hún gengur fram í fyrsta skipti sem forseti Íslands, þá hún okkur í þessum kjól, gengur þarna fram á Aragötunni, fram á Svalirnar. En nú finnst kannski sumum það hálf lummó að halda svona sýningu á fötum, svona merkilegra konu, þegar hún stendur fyrir svo margt annað, því að við myndum kannski ekki sjá sambærilega sýningu á fatnaði kalls sem gegnir sama embætti. Hvað segir það? Það dálítið leiðileg sýning, það svona svart og blá sýning. Það líka bara svo endurspeglar svo stöðu kvenna, hvað mikil vinna að vera kona í þessu embætti. En þessu fylgdi, þetta var ekki bara puntudúka eins og Vigdís fékk fljótlega að heyra, hún var bara puntudúka. Eitthvað sem aldrei sagt fyrri forseta eða hefur svo sem verið sagt seinni forseta. En það svona endurspeglar líka svona viðhorf til kvenna í opinberu embætti. En henni tókst mjög fljótt að fólk hlustaði á það sem hún var að segja og sá vinkil sem hún tók í umræðinni í sambandi við menningarmál og tungu og annað, að það var ekki mjög pólitísk í tali. En það höfðaði náttúrulega til fólks og fólk hlustaði og þannig ég held að hann hafa nú strokað yfir hennar puntudúku stimpil. En það náttúrulega mjög gaman að geta hlutgert forsetaembætti. Og það mjög flókið hvernig þetta að hlutgera forsetaembætti. Það til dæmis gert á þannig hátt með fötunum sem voru búið til. En auðvitað þetta náttúrulega líka hönnunarsýning. Já, og það eru myndir og fylgihlutir, alveg æðislega töskur, skór, föt,
ýmislegt. Allt sem tilheyrir hinu opinbera embætti þegar þú kemur fram. Þá liggur leiðin í Svarfaðardal, þéttbýlan dal á Tröllaskaga. Bakkabræður eru meðal þekktustu þjóðsagnapersóna á Íslandi og sögurnar af þessum einföldu og seinheppnu bræðrum hafa lengi skemmt Íslendingum. Bakkabræður voru svarfdalingar og í heimabyggð þeirra er ýmislegt gert til að halda minningu þeirra á lofti. Til dæmis er hægt að fara í fótabað í Bakkalaug líkt og bakkabræður gerðu forðum. Sko, við viljum meina að þetta sé laugin sem að bakkabræður tóku sitt fræga fótabað í og raun og veru þá kemur engin önnur lög til greina, þeir eru svarfdalingar eins og allir vita og svo er sagt að þeir hafi fundið þessa laug og það voru snyrtimenni og þeir fóru allir að fara í fótabað og það kemur engin önnur, þetta er eina heita laugin í Svarfaðardal þannig að það kemur engin önnur lög til greina. Þannig að við höfum svona verið að bara eiginlega benda fólki á þetta upp á síðkastið að þarna sé laugin og aðeins var hér lagað til í kringum hana. Já, þið fóruð í að endurgera hana í fyrrasumar. Já, það voru sjálfboðaliðar, það er svo frábært að fá sjálfboðaliða í svona hluti. Við höfum verið með sjálfboðaliða í ýmsum störfum hérna við Húsabakka og þeir tóku að sér að hlaða þessa laug. Hún hafði náttúrulega spilst frá tímum bakkabræðra. Það var hér reistur sundskáli sem er hérna fyrir neðan, sundskáli Svarfdala. Það er merkileg stofnun og fyrsta yfirbyggða sundlaug á landinu, byggð með átaki sjálfboðaliða ungmennafélaga í árið 1929. Og þá var vatnið í lauginni var úr annarri laug sem er hérna kannski norðar og gæti hafa verið laugin sem bakkabræður voru í, ég veit það ekki, en okkur finnst þetta líklegra, þetta er svona heitra vatn hérna. En það helgast líka því að síðan var borað hér 1966 eftir heitu vatni og þetta eru svona það liggur hér smá vegaslóði að þessari laug og fyrir vikið er þetta kannski svona upplæðara fyrir fólk að ganga eftir heldur en á gömlu lauginni. En varðandi sundskálan, þá skils mér að það sé nýbúið að taka hann allan í gegn. Já, það var svona lokið við það í vetur að mála að það er allt innan dyra og svona laga það sem þurft að laga og sundskálin er aftur komin í stand en svo erum við svona að reyna að finna einhverja leið að opna hann fyrir almenningi. En ef þú útskýrir aðeins betur hvar þessi laug nákvæmlega liggur ef einhver vill feta í fótspor bakkabræðra? Já, þetta er nú sko Húsabakki í Svarfaðardal er gamall heimavistarskóli sem er orðinn að gisti heimili og hóteli og þarna er líka náttúrusetur með sýningu fugla. Og þetta er beint þar fyrir ofan, þetta er svona, hvað maður segja, þetta er svona hálftíma, 20 mínútna gangur upp í fjallinu og merktur slóði með stikum. Þannig þetta er alveg upplagt fyrir fólk eða vil fara að fá sér gönguferð að koma hér og taka af sér skóna. Það er sérstaklega upplifun að taka af sér skóna og ganga berfættur hérna upp hlíðina, fá sér fótabað. Horfa hér á útsýni, hér út Eyjafjörðinn, maður sér Hrísey og Rólsker og hér sér maður með þess að Grímsey í betra veðri en þessu og sitja hér einhverja stund og hugleiða og ganga svo aftur niður til. Vatnið hérna, það er bara nokkuð notalegt hitastig á því og það er mjög tært, þannig að maður skilur eiginlega ekki hvernig þeir fóru að því að tína fótunum á sér, bakkabræður á sínum tíma. Nei, maður skilur ekki allt varðandi bakkabræður. En við viljum samt meina sko, þeir hafi verið á mörgum leyti á undan sinni samtíð. Þeir voru með svona tilraunir, ljósfræðilega tilraunir, til dæmis í sambandi með, það er til dæmis alveg svona vísindalega sannað núna. Það er hægt að flytja ljós með þessum hætti. Ég kann ekki alveg að skýra það, að byggja ljóslausa stofu og moka inn ljósinu með húfunum. Þeir voru sem sé í svona tilraunastarfsemi og kannski voru þeir svolítið utan við sig
Og þetta með að flækja saman fæturna, það er einmitt bara svona, þetta svona meira hugar ástand heldur en eitthvað annað. En þeir voru snyrtimenni, það alveg á hreinu. Þeir var ekki sama að vera með táfílu. Maður fer hérna með hreinar tær. Já, algjörlega. Áfram höldum við og næsta stopp Siglufjörður, fallegur bær nyrst á Tröllaskaga. Á síðustu árum hafa sífellt fleiri ferðamenn heimsótt Siglufjörð og uppbyggingin þar hefur verið mikil. Á Siglufjörði eru vinsælir veitingastaðir við höfnina og þar hefur nú einnig risið glæsilegt hótel. Það er því hægt að enda daginn á góðum mat og gista á hótelinu. Frá Siglufirði svo tilvalið að halda ferðinni áfram og heimsækja Skagafjörð, en þar má meðal annars finna fjölbreytta náttúru og ótal afþreyingamöguleika. Þá lýkur þessari uppskrift að góðum degi á Norðurlandi. Þetta þó einungis brot af því sem í boði en nánari upplýsingar má finna á heimasíðunni northiceland.is. Næsta mánudag hefur svo göngu sína ný þáttaröð hér á N4, Kokkarnir okkar. Þangað til næst, verið sæl.